Ríkisvaldið og lögreglan þarf bara að gera skurk í því að brottvísa þessu fólki úr landi. Einhverju hugmyndafræði óttastjórnun. Það er búin til ótti allt, sko. Og menn er bara að hlýða af því að það er einhver ógn á handan við hornið. Og Ísland er engin umhverfi sóði. Hvað þurfum við að leggja Íslandingar okkar að mörkum í útlöndum? Eigum við að skrúa fyrir alla losun hjá okkur en ekki Kína eða Indland? Fyrir hægri menn í fleiri flokkum Sjálfstæðisflokknum og mögulega þessa dagana kannski víðar heldur en í Sjálfstæðisflokknum. Það eru tækifæri fyrir Ísland og Íslendinga ef að menn ætla ekki að vera bara alltaf í fósturstellingunni og bugaðir yfir öllum þessum ógnum sem að Ísland ber ekki nokkra einustu ábyrgð á. Það bara liggur fyrir að stærsti hluti þessa fólks er ekki flóttamenn í skilningi alþjóðlegra viðmiða flóttamenn. Hún er ekki flóttamaður, hún er ekki í þannig stöðu að hún eigi rétt á einhverjum peningum hér frá íslensku skattgreiðendum og það búið að taka ákvörðun það. Hver ert þú að segja að þú eigir meiri rétt á því að vera á ákveðnum staðar? Þú ert frjálshyggjumanneskja. Áhlaup á bara íslenska innviði gengur ekki. Hann bara gengur jafnvel þótt að ég myndi gjarnan vilja hafa allt þetta fólk. Það bara gengur það ekki. Það er við fólki sjálft að sakast. Það gerir allt til þess að tefja fyrir afgreiðslu á þessu sínum málum. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og komin til mín hún Sigríður Á Andersen. Sigríður, verður kærlega velkomin. Já, takk fyrir. Hvað segirðu gott? Allt bara mjög gott. Annað skiptið. Já. Og þú ert búin að vera að fara mikinn ýmis málumni. Finnst þér það? Já, ég held að það finnist það flestum. En mér langar að byrja á loftslagsmálunum. Nú sem betur fer tókst okkur að komast hjá því að greiða 350 milljónir til Slóvakíu og þurftum einungis að greiða, hvað var það, 450. Já, ég held að það hefði verið öfugt og ef þú þurft að vísa í frétt í Morgunblaðinu í vikunni að þá var það þannig að ég sá að ráðherrana forð okkur frá 450 niður í 350. Akkurat. Fyrirsögnin var sparnaður. Já, og við náðum að spara það nokkur og við erum núna sinna því að standa okkar plikt í loftslagsmálum og ég sá að þú varst að fagna þessum tíðindum. Já, þú ert náttúrulega grínast en náttúrulega í fyrsta lagi var þetta fyrirsögnin alveg fráleitt á Morgunblaðinu og sem ég held að hafa bara verið tekin alveg bara óklift og óritskoðuð upp úr fréttatilkynningu frá stjórnarráðinu þar sem að þessu lýst sem einhverjum sparnaði og það er nú svona bara kannski ábending til blaðamanna að reyna nú aðeins kannski að setja smá svona sjálfstæða hugsun í þetta að því að auðvitað er þetta engin sparnaður vegna þess að þetta er í fyrsta lagi bara kostnaður sem að stjórnmálamenn einhvern veginn bara bjuggu til á þess að gæta hagsmuna Íslands í þessu á sínum tíma og ég hef bara verið að benda á það að í fyrsta lagi þetta bara svona tæknilegt atriði ég var að rifja upp gamla fréttir af þessu máli, þetta tengist Kyoto bókuninni sem að við erum svo sem ekkert lengur og enginn er að vinna sérstaklega eitthvað að en þá vegna það tók nefnilega við Paríssáttmálinn en þetta virtist vera greinlega einhver ókreitur reikningur vegna Kyoto bókuninni, þetta er náttúrulega alveg með ólíkindum en það var nú bara þannig að 1997 þá fór Ísland, vildu menn henda sér á það fórað eins og svona flestar alþjóðlega ráðstefnur og svona, mættu menn þangað og fannst eitthvað alveg ofboðslega upplagt að Ísland væri með þessu Kyoto, en það kannski byrjaði það sem eitthvað svona bara svona almennt markmið ríkja að draga úr mengun og losun þessar gróðurs og lofttegund og svona bara almennt fara að huga þessum málum sem var alveg jákvætt og er alveg jákvætt enn þann dag í dag, auðvitað að huga þessum málum alveg tvímælalaust og Ísland svo sem líka á alþjóða vettvangi, en Ísland hefur á alþjóða vettvangi hins vegar allt aðra stöðu heldur en öll önnur ríki og en í stað þess að vera í þeirri stöðu og nýta sér það með jákvæðum hætti fyrir önnur lönd með sér líka að þá dengdi Ísland sér á þetta á einhver markmið þarna með Kyoto og lofaði að og önnur ríki voru að lofa að auka ekki losun á gróðurhúsalofttegundum þessum koltvísýringslosun
En 1997 var þó það gert af Íslands hálfu að það var samið undanþágu fyrir Ísland frá banninu aukningu losun. Þetta ákvæði fekk nafnið íslenska ákvæðið og það held ég hafi verið auðsótt á sínum tíma að því að það bara blasir við að Ísland í allt annarri stöðu heldur en öll önnur lönd í heiminum sko. Og þannig að það var samið þetta og það var undanþágu frá þessu banni til ársins 2012 minni. Svo gerist það að vinstri ríkisstjórnin tekur hérna við og við völd hérna 2009 og þá ekki beðið boðana sko. Þá bara farið þarna á alþjóða vettvanginn og tekin ákvörðun það, meðvituð ákvörðun að framlengja fara ekki aftur fram á þessu undanþágu. Og það var nú ráðherra sem þáverandi umhverfisráðherra sem situr heill í ríkisstjórninni í dag, Íslands, Svandís Svavarsdóttir sem tók þessa ákvörðun að mínu mati eins og ég hef nú bara bent á ykkur svona skensi á samfélagsmiðlunum sem bara tók bara meðvitað ákvörðun að gæta ekki hagsmunum Íslendinga að þessu leyti. Þannig ég held að þessi frétt þessa greiðslu núna að hún sé til komin vegna uppgjörs á einhverjum svona málum. Og svo gæti auðvitað núverandi umhverfisráðherra sem nú í Sjálfstæðisflokknum, hann gæti auðvitað reynda að klóra sig út úr þessu og segja að það var bara annar búin að semja þetta, við vorum skuldbundin og Íslandi skuldbundið og alltaf segja menn þetta sko. Menn þú alltaf hendur sínar af því að það sé búin að skuldbunda landið, skuldbunda Íslendinga, einhver annar hafi gert það sko. En það einmitt hlutverk stjórnmálamanna í dag að gæta hagsmuna Íslands í dag og það þótt að það hafi verið gerðar eitthvað skuldbindingar á einhverjum vafasömum og undarlegum og í þessu tilviki auðvitað bara alveg fráleitum forsendum sko. Að það sem var tekið bara meðvituð ákvörðun að víkja hagsmunum Íslands til hliðar. Að þá auðvitað tækifæri í dag til þess að gæta hagsmunum Íslands og eitthvað ég veit nú ekki, það hefur ekkert verið útskýrt hvernig það kom til þessi lækkun ef að hinn skuldbindandi reikningur var 800 milljónir. Af hverju gátu menn samið það niður í 350 milljónir? Þá ekki verið að svíkja skuldbindingarnar? Ég meina, menn áttu bara að segja, berja í borð og segja, heyrðu, ekkert berja í borð, ég meina það þarf ekki að gera það, bara benda á það að Ísland heimsmeistari þegar kemur að notkun endurnýjanlegra orkugjafa og í orkumálum. Og Ísland engin umhverfi sóði og ég hef bent á það margoft að ef að önnur ríki í heiminum væru með samsvarandi orkubúskap og Íslendingar, þá væri engin að tala loftslagsmál, það væri bara ekki til. 90% samkvæmt upplýsingum frá Orkustofnunar, ég stundum bent á aðeins lægri prósentu, svona 75-80%, en Orkustofnun hefur viljað hækka þetta svona með einhverjum smá fiffi að mínu mati, en gott og vel. Orkustofnun telur það 90% orkunotkun Íslendinga stafa af endurnýjanlegum orkugjöfum. Annars þar í heiminum, allur heimurinn, þetta hlutfall 80-90% bundið við jarðefnaeldsneyti. Ég meina, svona bara málin. Og það þetta óforsvanalegt af hálfu íslenskra stjórnmálamanna, alveg sama hvar í flokki þeir eru, að ætla að rýra lífskjör hér á Íslandi, sem að menn að gera þegar þeir borga 350 milljónir í eitthvað uppgjör til einhvers Kyoto-samnings. Þetta eru 350 milljónir sem ekki til, ég bara benda á það. Þetta eru 350 milljónir króna sem þarf að taka láni og þetta eru þá 350 milljónir króna sem að verða þá ekki teknar að láni til að nýti eitthvað annað, kannski nauðsynlegt, heldur þetta 350 milljónir sem teknar að lána og íslensk heimili þurfa að borga og þau borga þá ekki eitthvað annað á meðan. Þannig að þetta lífskjara skerðing og það óforsvanalegt að stjórnmálamenn seti ekki þessa hluti í þetta samhengi, haldi því á lofti, bæði á alþjóðavettvangi en ekki síst innanlands, að Ísland heimsmeistari í þessum málum og Ísland hefur ekkert til þess að skamma sín fyrir í loftslagsmálum, heldur Ísland frumkvöðl í loftslagsmálum og í orkunýtingu og hefur ýmislegt fram að færa á alþjóðavettvangi og að gera það ekki af hálfu opinbera aðila, heldur einkum og sér í lagi bara af hálfu einkaaðila sem í alls konar framkvæmdum út allan heim. En
þannig að mér finnst vanta það að íslenski stjórnmálumenn tali bæði á alþjóðavettvangi upp Íslandi í þessu en ekki síst hérna innanlands í stað þess að menn eru búin að koma einhverjum loftslags kvíða inn í til dæmis huga ungs fólks og hér er talað þessi mál eins og svo óbóðslega mörg mál þessa dagana og í sívaxandi mæli, alltaf fleiri og fleiri mál sem talað út frá svona einhverju hugmyndufræði óttastjórnun. Það er búin til ótti allt sko og menn er bara að hlýða af því að það er einhver ógn á handan við hornið og reynda að koma inn ótta til fólks og þessi loftslagsmál hafa verið það, ég vona nú að toppinum hafi verið náð kannski fyrir nokkrum missurum að árum og ungt fólk sé nú farið að sjá ljósið í þessu að heimurinn er ekki að farast en það þarf að benda fólki á það sko sérfræðingar hafa auðvitað verið að gera það margir í þessum málum en stjórnmálumenn virðast alltaf taka einhvern veginn, reyna að taka hlut úr samhengi og búa til einhverja ógn og tala þetta eins og við þurfum að leggja okkar að mörkum. Hvað þurfum við að leggja Íslendingar okkar að mörkum í útlöndum? Eigum við að skrúa fyrir alla losun hjá okkur en ekki Kína eða Indland eða önnur lönd eða Evrópusambandsríkin sem eru með 90%, 80-90% af þeirra orku sem er ekki endurnýjanleg. Nei, ég meina sko þetta er auðvitað bara ekki ásættanleg framkoma í garð almennings. Nei, þau lönd vilja náttúrulega meina sko að okkar nýlendu stefnuhyggja hafi leitt það af sér að þau eru eftirbátar á ýmsum sviðum, sérstaklega með tillit til iðnaðar og þar að leiðandi eiga þau inni að fá að losa eins og við erum búin að vera að losa hérna í marga áratugi, en það er reyndar eitt sem ég langar, ég veit að þú ert nú eiginlega búin að svara þessu líka, en hérna reitt í þessu sko sem að hefur með að gera með Sjálfstæðisflokkinn því að núna stýra þeir öllum þessum málaflokkum, stýra umhverfisráðuneytinu, stýra utanríkisstefnunni og reynda líka því sem ég langar að ræða eftir í samvændi útlendingamálinu og dómsmálakerfinu, en samt sem áður því er mjög illa við hvernig þessi stefna er rekin og núna er Þórdís Kolbrún búin að í rauninni skrifa upp á það að skipin munu þurfa að koma til með að greiða fyrir einhvern ákveðin loftslagskvóta fyrir það að nota losun þrátt fyrir það að séu ákvæði í samningnum sem ættu að gera okkur undanskilin. En hvað finnst þér svona stefnu Sjálfstæðisflokks? Finnst þér ekki verið að standa nóg mikið í lappinnar? Þá ertu að tala loftslagsmálin almennt og þessi atriði. Já. Þú nefnir þarna sko í rauninni næsta fasa eftir við nú erum bara að ræða Kyoto og þú ert komin núna inn í þetta sem kallast ETS sem er hið evróska kerfi Evrópusambandsins sem Evrópusambandi setti upp fyrir sín lönd til þess að miðla einhverjum svona loftslagskvótum og sem að Ísland sko kærði sig inn í einkum og sérlega mitt á tími vinstristjórnarinnar. Það var tekin ákvörðun það og alveg umræðulaust nánast umræðlaust, ég hef farið í gegnum þær umræði sem voru á þingi á þeim tíma það var bara vissi enginn hvaðan ásist og veðrið og þetta einhvern veginn bara slætaði í gegn en Ísland kærði sig inn í þetta apparat sko og það hefur enginn svara því af hverju Ísland gerði það. Hvað meinarðu kærði sig? Af því þetta á ekkert við Ísland sko þetta tilheyrir ekkert EES-samningnum eða við erum ekkert skuldbundin þannig laga til þess að fara inn í þetta kerfi en Ísland einhvern veginn fer inn í þetta með sérstakri ákvörðun og eiginlega engri umræðu og ég starfaði nú á svona vettvangi atvinnulífsins á þeim tíma á þessum tíma og ég man bara umræðan var svolítið þannig í atvinnulífinu og atvinnulífi á svolítið að söka á þessu líka menn voru bara ekki alls ekki stjórnmálmennina heldur ekki atvinnulífið kannski búin að setja sjálfi inn í þessi mál hvorki svona bara kannski líffræðilega eitthvað svona bara þú veist statistíkin í þessu en ekki heldur sko þessa tæknilegur útfæslur á þessu öllu saman og menn horfðu til þessa alls svolítið með því hugafæri að þarna væri eitthvað tækifæri fyrir atvinnulífið að veist, ok, nú myndi vinstri menn segja græða sko en það var kannski ekki þannig sko neikvætt sem að atvinnulífið var að hugsa menn voru svolítið áfram ákveðin hugsun sem er mjög jákvæð og ég hef svo sem alveg talað fyrir þar að segja, menn eiga auðvitað að leysa umhverfismál, ekki leysa þau, það er alltaf eitthvað óleyst, en menn eiga að mæta umhverfisvernd og umhverfismálum almennt, svona með á vettvangi svona markaðslausna
að mestu leyti og svona með því hugafæri sem að við hægri menn höfum tilangað okkur og sem að byggir á verndun eignarréttar og annað og menn voru og eru almennt held ég hlindir þeirri nálgun. Ég held bara að menn hafi ekki alveg sett þetta niður fyrir sig nægilega vel þegar menn ákveða að æða í eitthvað svona og miskilja þessa hugsun sko. Að eins og mönnum kannski svolítið hætti til hægri mönnum óavitandi sko. Að þá er auðvitað stutt á milli þess að menn sko leggja til sko, látum markaðin sko sjá þetta og svona í það að menn detta í svona eitthvað pilsfalda kapitalisma. Það er að segja að menn vilji samt að ríkið búið til kerfi og ríkið búið bara alltaf til óútfylltar ávísanir til þess að moka inn í kerfið. Svona private public on a mock. Já, ég meina, þú veist, en ekki bara það sko heldur, þú veist, eru menn, klappa menn upp eitthvað svona system hjá kerfinu af því að þeir eru eitthvað ná að græða því sko og þetta ETS-dæmi er ekkert svolítið, það er bara þannig sko. Það gefið út eitthvað kefli. Og það hefur fyrir mér sko út af því að við skrifum upp á hann EES-samning og ég til að mynda er ekki búin að kynna mér þetta í ESB-regluverk alveg ótrúlega leiðilegt viðfangsefni þrátt fyrir það var lært það í háskólanáminu. Hvenær kom þetta ETS til skjálna? Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því. Nei, það er bara ekkert margir sem endilega gera sér grein fyrir því og ég nú búin að eyða smá tími að reyna að grúska hans í því og en að sjá svona einhverja mynd á það en það er svo sem alveg eftir sko EES-samningin og ótengt honum sko þannig lagað en menn náði einhvern veginn að flækja að taka upp í EES-samningin einhverja reglur þetta og alveg sjálfsagt sko einhverjir sem að töldu það væri bara af illri nauðsyn sko eða þú veist menn bara hugsa þetta er bara selvfölihið sko að því að þetta er eitthvað viðskiptakerfi sko frjáls, eitthvað svona fjármagns og menn bara ruggla svo öllu saman og þetta en þetta sem sagt gerist og svona byrjar að gerast svona einhverju leiti árið 2000 og svona síðan er sett lög losun gróðurhúsalofttegunda sem að einhvern veginn er rökstutt þannig að við þurfum að setja þau út af EES og svona og þetta er einhvern veginn öllu hrært saman en það er verðugt verkefni að taka þetta saman og setja fram svona skilmerkilega á mannamáli, þetta er til alls konar einhverjar skýrslu sem og í greinagerðum með lagafrumvarpi vísa þetta fram og tilbaka, en það gefur sér hins vegar ekki svona glögga mynd svona fyrir almenningans til þess að átta sig á því, en eftir það sem ég hef verið að skoða þessu, þá sé ég að þá blasir það bara við, bara umræðum á Alþingi sko, og svo bara það sem ég bara þekki úr atvinnulífinu á sínu tíma, hagsmunasamtökum sem voru og svona að það var algjört andvaraleysi í þessu. Menn héldu þetta væri sniðugt system. Menn héldu það að þetta væri sniðugt system. Álverin og þeir sem eru að reka verksmiðjuna héldu að með þessu að þá gætu þeir mögulega grætt sko, þeir gætu jafnvel farið að selja sjálfur einhverjar heimildir og kvóta. En nú er bara að koma á daginn að það er bara ekki þannig. Og menn eru svolítið að vakna við það að þetta er heilubítu, nei, þetta er bara einhver síðan verður nett borgun útgreiðsla frá Íslandi og enginn í sjálfu sér veit hvert þetta er að fara til einhverja miðlara einhver staðar og maður er að reyna að leita hvað er þessi miðlar, einhver staðar í bara Hollandi eða Belgíu og þetta einhvern veginn bara fer inn einhverja bankareikninga þessi fyrirtæki sem er að borga þess að kvota þetta fara bara inn einhverja bankareikninga og vita ekkert nánar hvert er fara sko. Og svo er þetta bara eitthvað system og hér kemur þetta allt inn í Slóvakíu og það var nú bara gaman að þess að velta því fyrir sér hvað er Slóvakíu að fá mikið af þessum penning eða þú veist. En ég líka skil ekki sko út af því að bara fyrir örfáum árum þá vorum við í þeirri stöðu að við varum að búa til ótrúlega mikið endurnýjanlegrar orku, við erum með Carbfix að setja niður í bergið aftur koltvísýring og ég veit ekki hvað allt var bara ógunótt af orku, það var verið að tala sæstrengi til þess að færa út orkuna, svo allt hérna eru komin í þá stöðu að við erum að greiða 350 milljónir til Slóvakíu sem eru þá líklega að standa sig miklu betri í endurnýjanlegri orku heldur en við, hlýtur að vera og samhliða því að þá er orku skortur á Íslandi og við höfum ekki nóg til þess að búa til orkuna og bara mér finnst þetta að vera bara í dag
eitthvað sem bara allt í einu kom á daginn alveg frá því að vera á þeim forsendum sem ég var að nefna, þar sem við vorum með ógnótt af orku sem væri mögulega að fara, ég meina, ég talaði við Guðlaug Þór síðast og ég spurði hann, okkur erum við ekki bara að hugsa sæstrengi og okkur erum við ekki að selja orkuna erlendis, og þá fór hann að segja bara, já, ég meina, við þurfum að anna okkar eftirspurn. Þá var það bara eitthvað svona alveg nýtt fyrir mér, eitthvað sem ég hefði aldrei heyrt áður. Já, þessi orkubúskapur er þetta svona eitthvað tæknilegt atriði líka, stundum er ofgnótt af orku og stundum ekki og þess vegna sem að kannski við búum svo vel að geta verið með þessi fallvötn okkar sem eru þetta einst og raflaðar sko, en ólíkt sko einhverjum vindmylum eða sólarorku, eitthvað sem er að stjórna, þannig að við búum þetta gríðarlega vel, ekki bara með því að vera með þessa miklu endurnýjanlegu orku, heldur hvers eðlis hún er sem eru þessi fallvötn. En það er alveg rétt, þetta kemur allt í einu bara svona eins og skrattur úr sauðarlegnum, vantar orku hér og ekki bara raforku, heldur líka að segja vatn, sko heitt vatn, loka sundlaugum og eitthvað sem við höfum aldrei upplifað áður. Og þetta kemur til af því að menn hafa ekki hugað að nýjum virkjunum eða mögulega verið kannski einhverju viðhaldi eða uppgreiti á einhverjum uppfærslum á einhverjum virkjunum. Hvað jarðavarman varðar, þá hefur það legið fyrir lengi að menn er ekki að sinna þessu rannsóknarverkefni og bora eftir vatni sem þarf að gera, ég meina það þarf að stöðugt að vera í því. Og ég veit ekki hvers ábyrgð það er, mér hefur fundið sko Landsvirkjun ekki vera kannski nógu að hún ber þetta skildur líka skildur á að tala við almenning sko, og svona út á við þessi mál. Og mér hefur svolítið fundist Landsvirkjun bara eiginlega ekki hafa þorað að tala fyrir virkjunum. Ég óttast að fyrirtæki eins og Landsvirkjun sé bara orðið upptekið bara af einhverju alls konar öðru, einhverju svona fínir í sem þeir halda sér vinsælmál eins og ESG sem er nú annar pakki sem að er þetta rífi hásið og skegg. Ég meina, ég satt eitthvað fund, svona fjárfund þar sem að Landsvirkjun var að lýsa því að það hefur bara verið síðasta árið eða 2 ár held ég bara allt undirlagt í að reyna að innleiða einhverjar nýja reglur sjálfbærni viðmið og upplýsingagjöf og flokkun á einhverju sjálfbærni töktum innan fyrirtækins. Sko það er bara verið undirlagt, sko, bara margir sérfræðingar. Og ég sem mér, kannski bara